Magnús, það allt í gangi hérna hjá ykkur í United í Helguvík. Hvernig staðan á verkinu núna? Staðan bara nokkuð góð. Við erum að skoða tímaáætlunina bara í hverju viku og ég held að hún standist. Við erum að líta kannski á svona 3–4 vikna seinkun núna en það samt innan fyrir það sem hefur verið áætlað. Og hvernig áætlunin? Við ætlum að byrja í maí næsta ár og áætlunin að loka öllum húsunum fyrir jól svo við fáum ekki þessa stóru storma í janúar inn í opin húsin, svo það áætlunin. Hvað eru þetta miklar byggingar? Þetta eru miklar byggingar, opnhúsið sjálft sem stendur við hliðina á okkur verður 39 metra hátt og loftfilterhúsið bak við okkur verður 26 metra hátt, svo þetta eru stór mannvirki. Þið eru núna að byggja fyrsta áfanga verksmiðjunnar af 4. Ja, þetta er fyrsti áfangi af 4 og hinir ofnarnir koma bara í beinu framhaldi af ofn nummer 1 og verða allir niður á lóðinni niðri, svo það passar mjög vel svona rekstrarlega séð. Hvað eru margir að starfa við þessar framkvæmdir núna? Akkúrat í síðustu viku urðum við 105 verkamenn og það er ekki talið með stjórnunina, allir verkfræðingarnir og þannig þá eru orðin 125. Þannig að þetta er farið að taka til sín slatta mannskap? Þetta er mikið mannskapur núna og það er að stjórna öllu þessu liði og aðeins mikið og reikningarnir er orðin háir. Þetta kostar mikla peninga, hvað segir veskið þitt með þetta allt saman? Já, nú eru virkilega komnir margir á stað í einu og reiknaðir mánaðarlega eru komnir yfir 200 milljónir á mánuði og all verksmiðjan mun lenda í 75 milljónir eurur bara fyrir fyrsta ofnin. Það er svona, eftir hvenær maður tekur gengið á eurunni, þá er þetta 12 milljarðar íslenskar krónur. Þannig að það er mikið af krónum í kringum þetta, en hverjir eru hluthafarnir hjá ykkur? Þetta er hópur af dönskum og hollenskum og íslenskum hluthöfum. Meiri hlutin er hjá íslenskum aðilum, allavega ef maður telur mig með sem Íslending. Og svo þetta er svona góð samvinna með Dani og hollendinga og Íslendinga. Svo þetta er eiginlega fyrsta stóru verkefni sem er í meiri hluta eigu Íslendinga. Hvað hvað með sölu á framleiðslunni? Hvernig hafið þið verið að vinna í því? Já, það var allt gert frá byrjun, áður en við byrjum að byggja. Við erum búin að selja 85% af allir framleiðslunni á langtíma samningum, svo það verður að standa við þá. Hvað með raforku? Það er núna raforka bara fyrir ofn nummer 1, en við óskumst eftir því að fá raforku líka í beinu framhaldi á ofn nummer 2, svo getum byrjað honum svona 2 árum eftir ofn nummer 1. Björnsson, það gangi allt eftir? Já, ég vona það. Það fer alltaf eftir hvernig gengur að fá að lifa þessu virka. En ég meina við erum með viljur fyrir 2 ofnum minnstakosti og ég held að ofn nummer 3 og 4 það má bara skýrast í framhaldinu. Hverjir er að fara að kaupa vöruna af ykkur og í hvað verður hún notuð? Já, kísill er notaður í 12.000 mismunandi endavörur. Við notum öll kísill minnstakosti 3 á dag. Við bustum okkur tennurnar og þvóm okkur hárið og þegar við keyrum í vinnuna. Það er kísill í öllum dekkjum. Annars fer þetta mest í álframleiðslu og í efnaiðnað, kísill, svona kítiefni og svo er náttúrulega vextmarkaðurinn mest, það eru sólarrafhlöðurnar. Og við seljum allt til Evrópu frá okkar verksmiðjum, svo það fer mest til Þýskalands og Hollands langmest. Þegar þið ákveðið að byggja svona risastóra verksmiðju í 4 áfangum og þið byrjið bara með öryggi fyrir raforku til að byggja fyrsta áfangan. Er þetta ekkert mikil áhætta hjá ykkur? Gætu ekkert lent í vandræðum? Er öruggt að þið munið fá raforku í hina áfangana? Ég vona sannarlega að með tímanum, þetta er náttúrulega 10 ára plana, við viljum stækka og hafa verksmiðjuna á fullri staði með 4 ofna. En hver ofn er alveg ein rekstrareining fyrir sig og er alveg sjálfbærileg þannig og ágætis hagnaður af því. En það er náttúrulega aðeins betri hagnaður að hafa stærri rekstrareiningu og svo getur maður að byrja líka að flokka gæðin á kísli, að maður er með 2 ofna í staðinn fyrir bara 1.
Það var betra að vera að framleiða handa svona metallurgical kunnum í einum ofni og svo svona kannski sólarrafhlöðum að aðeins fínni gæði í hinum ofnum. Það getur maður að flokka sortera hráefnin og þannig komið þið á réttu kunnuna. Þannig að það myndi skipta ykkur miklu máli að geta ráðist í annan áfanga innan þessa plan sem þið töluð eftir 2 ár. Já, það skiptir miklu máli að vera minnstakosti með 2 ofna. Og svo þurfum við náttúrulega ekki að kaupa landið aftur og búa til allan jarðveginn tilbúinn og það svona ýmsar hagræðingar í gangi með ofn númer 2. Svo ofn númer 2 verður töluvert ódýrari en ofn númer 1. Hvað að tala um að verði margir starfsmenn miðað við bara fyrsta áfanga? Við verðum 65 starfsmenn með fyrsta áfanga og svo náttúrulega skalast þetta upp þegar við stækkun með fleiri ofnum og þá mun bæta svona 50 starfsmenn við hverjan ofn sem bætist ofan á.